Fólk sem enginn berst fyrir. Á Íslandi verður oft uppnám þegar hælisleitendum vísað úr landi. Og oft á tíðum með réttu. Hver vill sjá fötluð börn send úr landi? Samkynhneigða einstaklinga senda til ríkja þar sem þeim ógnað. Fjölskyldur aðskildar sem hafa komið sér fyrir hér og reyna að lifa mannsæmandi lífi. Það eðlilegt að fólk bregðist við óréttlæti. Prestar kveðja sér fjós, alþingismenn beita þrýstingi og almenningur efnir til samstöðufunda. En það líka til aðrar sögur. Sögur af fólki sem enginn stendur með. Sem enginn umræðar Og enga samúð fær enginn hrópar upp ranglæti. Ég ætla að segja ykkur sögumanns á áttræðisaldri. Hann hreyfihamlaður. Félagslega einangraður. Hann býr í leiguherbergi í iðnaðarhverfi í Reykjavík. Í herbergi og deilir með sameiginlegri eldunaraðstöðu og salerni með öðrum íbúum hússins. Hann fer varla út úr húsi. Bíl á hann ekki og í raun kemst hann ekkert nema með aðstoð annarra. Hann hefur fyrir löngu slitið tengslum við fyrri kunningja og vini sem þó voru vanir að hittast af og til í bakaríum yfir kaffibolla. Hann á ekki lengur heimangengt með góðu móti nema með aðstoð annarra og því hætti hann að mæta á öll mannamót. Hann hefur beðið mánuðum saman eftir félagslegri íbúð frá Reykjavíkurborg. En búsetúrræði fyrir fólk með sérþarfir virðast ekki vera á hverju strái. Raunar færist hann ekki fram á biðlistanum nema þegar einhver sem nú þegar býr í slíkri íbúð hrekkur upp að. En líf hans hefur ekki alltaf verið svona. Ekki einu sinni eftir að hann eltist og varð hreyfihamlaður. Fyrir nokkrum árum bjó hann á Filippseyjum. Með konu sinni í litlu húsi sem hún á, þau áttu hund, hænur og ræktuðu jarðarber í garðinum við húsið. Hann átti konu sem veitti honum félagsskap, umhyggju, ást og öryggi. Lífeyririnn hans, það að segja ellilífeyririnn frá Tryggingastofnun, dugði þeim vel til framfærslu og veitti þeim það fjárhagsöryggi sem þau þurftu. Hann hafði unnið margvísleg störf alla sína tíð. Lagt sitt af mörkum, greitt skatta og skyldur. Alið upp börn sem öll eiga dugmiklar fjölskyldur. Og nú loksins friðsæld á efri árum, eftir áralanga baráttu og stundum harðar byttur í lífinu. Þar til íslenskt kerfi ákvað að nóg væri komið af svo góðu. Einhver ábending barst Tryggingastofnun. Kannski öfund, kannski misskilningur. Því að lifnaðarhættir okkar manns samræmast ekki íslenskum lögum ellilífeyrisþega. Eftir ónafngreinda ábendingu var fylgst með honum að hætti Stasi til forna. Samskiptamiðlanotkun hans skoðuð. Og loks gefinn kostur á að færa sönnur á að hann hafi ekki dvalið erlendis á tilgreindu tímabili sem Tryggingastofnun ákvað. En í lögum lífeyrisþega segir að óheimilt sé að dvelja í landi utan Schengen-svæðisins lengur en í 6 mánuði í senn. Þá skuli viðkomandi einstaklingur geta sýnt fram á að hann hafi dvalið næstu 6 mánuði á Íslandi. Skrítin lög en lög samt. En þau gilda ekki dvöl Íslendinga erlendis almennt. Nei, bara ef dvalið í landi utan Schengen. Skrítið. Það sem grunur Tryggingastofnunar var á rökum reistur voru greiðslur ellilífeyris stöðvaðar. Og ekki annað að ræða fyrir okkar mann en að koma heim og sýna þakklæti fyrir að fá aðstöðu í ólöglegu leiguherbergi í iðnaðarhverfi á okkur leigu. En erfiðastur var aðskilnaðurinn við ástkonu hans sem hann varð að skilja við í Filippseyjum. Lögunum var framfylgt. Engin heimsókn. Engin mannleg nálgun. Bara pappírsákvörðun byggð á reglum sem enginn virðist spyrja spurninga Afleiðingin. Hann þurfti að snúa aftur til Íslands. Missir af dýrunum. Friðsældinni og ást konunnar sem honum var orðin svo kær. Í dag glímir hann við þunglindi, vonleysi og herbergi með ókunnugum í gráu húsi í iðnaðarhverfi. En lögunum framfylgt. Ef hann hefði búið í Portúgal, eða á Spáni, þá hefði enginn haft afskipti af honum. Engin stofnun hefði hreyft við sér og veifað reglugerðum og farið í aðgerðir eins og stór glæp væri að ræða.
Reglurnar hefðu leyft honum að vera fari í friði eins lengi og hann hafði löngun til. En Filippseyjar eru utan Schengen. Og það breytir öllu. Nú má spyrja, til hvers eru þessi lög? Hverju og hverjum þjóna þau? Eru þau sett til að spara ríkinu peninga? Það er ekki raunin. Þvert á móti. Núna þarf hann félagslegt húsnæði. Heimili sjálft. Lyf. Læknisaðstoð. Aðstoð við ferðir. Og samt lifir hann í vanlíðan. Hann lifði sjálfstætt og með reisn í vinalegu þorpi á Filippseyjum með konu sem elskaði hann og ól önn fyrir honum. Án þess að kostaði Íslenska ríkið 1 krónu. En lögin sögðu nei. Hvers vegna best enginn fyrir hann? Það þarf ekki samstöðufund. Það þarf ekki fjölmiðlahróp. Það þarf bara skynsemi, réttlæti og manngæsku. Við breytum lögum fjárframlög til vopnakaupa fyrir Úkraínu með dags fyrirvara. Við veitum milljónir í málskostnað fyrir hælisleitendur. En hér höfum við mann sem var einn af grunnstoðum samfélagsins. Sem læfið sitt af mörkum, var fullur af þjóðernistolti og bar hag samfélagsins fyrir brjósti. Og nú situr hann gleymdur. Það þarf aðeins smá breytingu á ósangjörnum og óskiljanlegum reglum. Lög sem segja að þú býrð utan Schengen í meira en 6 mánuði, þá ertu úti. Strikaður út af þjóðskrá. Hvorki meira né minna. En samfélagið er ekki pappírsblað. Það er fólk. Þetta eru mannleg örlög. Og ef við getum ekki brugðist við þegar slík saga kemur upp, þá er eitthvað mikið að. Við segjum oft, lítum út fyrir eigin garð, en stundum er betra að líta sér nær. Lítum til þeirra sem beygðu samfélagið okkar, lítum til þeirra með þakklæti en ekki strika þá út af þjóðskrá. Hann vill ekkert meira en að lifa á eigin forsendum, í róliheitum síðustu ár ævinnar. Ekki dýrari, ekki flóknari, bara mannsæmandi. Og það ætti ekki að þurfa samstöðufund til þess. Það ætti bara að sýna réttlæti.